Já, við höldum svo áfram þarna og lesum upphafið á öðrum kapítulunum í fyrra Pétursbréfi. Afleggið því alla vonsku, alla bretti, hræsni og öfund og all illmæli og sækist eins og nýfædd börn eftir hinni og andlegu ósviknu mjólk, til þess að þér af henni getið dafnað til hjálpræðis, ef þér hafið smakkað hvað Drottinn góður. Komið til hansins lifanda steins, sem að sönnu var útskúfað af mönnum, en hjá Guði útvalinn og dýrmætur, og látið sjálfur uppbyggjast sem lifandi steinar í andlegt hús, til heilags prestafélags, til að frambera andlegar fórnir, Guði velþóknanlega fyrir Jesúm Krist. Fyrir því stendur í ritningunni: Sjá, ég set hornstein í Síón, valinn og dýrmætan, og sá sem trúir á hann, mun alls eigi verða sér til skammar. Yður sem trúið hann dýrmætur, en hinum vantrúðu steinninn sem smiðirnir höfnuðu, orðin að hyrningarsteini og ásteytingarsteini og hneykslunarhellu. Þeir steyta sig á honum af því að þeir taka ekki boðskapnum, en til þess voru þeir ákveðnir. En þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilug þjóð, eignar lýður, til þess að þér skuluð viðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki lýður, en eru nú orðnir Guðs lýður. Þér sem ekki nutu miskunnar, en hafi nú miskunn hlotið. Já, hérna er þessi kafli. Og hann hefst á þessu: afleggi því alla vonsku, alla bretti og hræsni og öfund. Og við getum nú hugsað svo, hverju skrifa nú Pétur þetta? Er þetta einhverjir svona vandræðamenn sem að hér að ræða? Er þetta ekki trúa fólk? Hann að skrifa trúuðum mönnum. Og það það einkennilega. En þetta tilheyrir því sem að þeirra gamla lífi. Getum hugsað okkur það bara, ef einhver maður tekur og ættleiðir dreng sem hefur verið eins og á götunni, sem hefur verið bara illa uppalinn og óuppalinn, tekur hann og gerir hann að kjörsínu sínum, tekur hann inn á heimili sitt og hann verður ekki leið eins og hann óskaði nú strax eftir. Það þarf að eiginlega aðalan upp á nýju. Það þarf að kenna honum með þá siði sem að gilda á heimili þessa mann sem hefur tekið hann að sér og gjört hann að syni sínum. Og það er rauninni það sem að hér að ræða. Þegar Guð tekur okkur að þessu sem börn sín, þá þarf sem sagt þetta að eiga sér stað. Það er það sem er kallað málu biblíunnar helgun. Ég man eftir ég var einu svona að tala í Betaníu og var að tala að ég held, nei, það var ekki þetta. Ég var að myndast eitthvað á kenningu sem stundum hefur heyrst í hópi vissra trúflokka að maður geti orðið syndlaus. Trúað að maður geti orðið syndlaus. Og ég myndist eitthvað á þetta væri villukenning og þarna á samkomunum var staddur maður sem aðhylltist þessi kenningu. Hélt í fram að menn geti orðið syndlausir hér á jörð. Og hann slóst í för með mér þegar ég var að fara heim og fór hann andmæla þessu sem ég hafði sagt. Ég man það. Og við vorum að deila heilmikið þetta á leiðinni og ég spurði svo við hann: getur hann sagt mér hverjum fyrra Pétursbréf skrifað eða til hverra? Já, hann hélt það væri nú auðvitað að sjá. Það væri skrifað til trúar manna. Það læri sinni Jesú Krist, það stæði upp hann. En hvernig stendur það á því, sagði ég, að Pétur skrifar þá svona einkennilega til þeirra: afleggi því alla vonsku og alla pretti og hræsni og öfund. Eða þetta eru syndlausir menn sem hann er að skrifa til? Nei, það er nefnilega þetta sem að menn gerir sér ekki grein fyrir, að oft á tíðum þá er það þannig að við erum svo oft blind fyrir ýmsu því sem í okkar fari og sem við þurfum að losna við. Og það fáum við að sjá í ljósi Guðs orðs þegar við þurfum að lifa í samfélaginu við Jesú og við þurfum að læra að þekkja okkur sjálf og okkar eigin sinn,
Þá þurfum við að koma með þetta allt saman til Jesú Krists og biðja fyrirgefningu, biðja kraft til þess að leggja þetta af. Það eins og þegar maður að klæða sig úr einhverjum óhreinum görmum og bara leggja það frá sér. Þá líkingu notar Páll þegar hann að skrifa svipað atriði til dæmis í Efesubréfinu. Þá segir hann til dæmis hér í 4. kapítulunum, þá segir hann: í Jesú hafið þér lagt af, ásamt með henni fyrri breytni, hinn gamla mann, sem spilltur af tælandi girndum, en endurnýjast í anda hugskotssíður og íklæðst hinu nýja manni, sem skapaður eftir Guði í réttlæti og heilagleika sannleikans. Og okkur finnst þegar við förum að hugsa þetta sé nú dálítið sterk orð sem að Pétur notar nú þarna á þessum stað. Afleggið þér það vonsku. Það nú ekki svo mikið það að mér finnst þegar maður vera nú að umgangast trúaða menn að það sé mikil vonska í þeim. En það nú ýmislegt sem að geta nú verið vonska samt sem áður, þó að kannski fljótu bragði sjáist ekki svona á ytra borðinu, þá nú ýmislegt kannski í hjartanu sem að þannig. Ég veit ekki, ég var að lesa núna ekki alls fyrir löngu bók sem að eftir sænskan rithöfund, konu. Hún hafði lesið bók eftir sænskan prófessor sem heitir Hugo Goldberg og hún hafði orðið fyrir miklum áhrifum af þessari bók. Þessi bók heitir Farísismi og kristendom og hún hafði meðal annars við þennan lestur þá hafði hún skynja betur en áður ýmsar þær hugrenningar og hugarhræringar sem við búið með henni. Og hún hafði í raun og veru haft alltaf afskaplega djúpa og mikla synda meðvitund þessi kona. Og hún var ekkert ánægð með það. Ofta kom upp í hjartanu til dæmis bara óskinum að þessi hinn væri dauður. Ég held að væri dauður. Til dæmis bara þetta, þessi hugrenning. Já, þá myndi ég losna með mörg óþægindi. Hugsum okkur bara svona hugsanir. Þó þessi bara hugsun, þá er þetta vonska, þetta okkar gamla syndaeðli sem við þurfum að leggja af. Nú og pretti, það nú ekki fallegt orð heldur. Eða prettir eða svik, menn geta nú svikið allt mögulegt. Menn geta prettað, þú segir til dæmis, það er þetta að pretta í fjárhagsmálum til dæmis, eða sambandi við skatta, toll og annað slíkt. Það er ýmsir leiðir til þess og menn eru ákvæmlega misjafnir í afstöðu til alls lífs. Allt þetta eigum við að afleggja, segir Pétur. Og hræsni, hvað þýðir það? Það þýðir að þykjast vera eitthvað annað heldur en maður er. Við erum að vera. Í svona leikaraskapur. Og öfund. En nokkuð að slíku í fari okkar eða fari mínu. Öfunda ég þennan eða hinn af einu eða öðru sem að ná, eða hann vegni betur, þú segja, heldur en mér. Öfunda ég hann af einhverju sem að ná og svo framvegis, ég getum spurt þannig og þannig eigum við að lesa Guðs orð, það verði eins konar spegill á okkur sjálf og benda okkur á hvað það sem við þurfum að leggja af. Og þetta er það sem að Pétur er að tala um. Og leiðin til þess að þetta mætti verða, það er þetta sem kemur hérna í næsta versi. Sækist eins og nýfædd börn eftir hina andlegu ósviknu mjólk til þess að þér af henni geti dafnað til hjálparæðis. Þetta notar hann líkingu. Við höfum vafalaust séð einhvern tíma lítil börn sem er orðin svöng og ákafan og áfergjuna þegar þeir að komast á brjóstmóður sinnar eða á pela. Þessa líkingu notar Pétur til þess að draga upp mynd fyrir okkur að því hvernig í hjarta okkar þetta verður þessi þráð, þessi löngun, þessi áfergja eftir Guðs orði. Því að mjólkin, hún táknar Guðs orð, hinn andlega ósvikna mjólk. Hvað er þá svikna mjólkin? Já, það er það þegar við fáum heyra Guðs orð sem er ekki rétt boðað. Marteinn Lúther nefnir það, að svikna mjólkin, það er þegar við fáum falskenningar. Við höfum haft nóg af þeim hér á okkar landi. En hinn andlega ósvikna mjólk, það er orðið. Það er ekki nógu mikið hungur, ef þú má segja,
í hjörtum okkar eftir orðinu. En til þess að við getum dafnað verðum við að sækjast eftir því og teyga að þessum lindum sem að Guð hefur opnað okkur. Þér munum við fögnuðu vatn ausa af lindum hjálpræðisins. Þar líka önnur líking sem að í þessum á steinunum hérna sem að styttan að sér að Friðrikstendur. Það bara talað vatni þar en lindir hjálpræðisins. En hérna það mjólkin sem að nota þessum líking. Og við döfnum. Það ákvæmlega misjæmt hvað menn dafna vel andlega. Hvað menn svo má segja þroskast. Ég minnist þess þegar ég var ungur, þá var piltur í hópi okkar, kom mikið heim oft á svona samverustundur Guðs orð og bænastundur og annað slíkt. Og mér fannst hann eiginlega skara fram úr mörgum öðrum. Hvað það snerti, hann virtist dafna svo vel og svo djúpan og mikinn skilning, miklu meiri heldur en allir hans jafnaldrar. Og hann gerði mikið að því að lesa Guðs orð og söktu sér niður í það. Og þegar hann talaði eitthvað eða vitnaði, þá eiginlega bar það af að mér fannst það sem hann sagði í sambandi við það sem hann var að tala og bara vottum það hann dafnaði. En svo einkennilega vildi til að þessi sami piltur, hann strandaði, eða öllu heldur hann stansaði á leiðinni, á einhvern hátt. Það var vegna þess að hann taldi sig aldrei eiginlega hafa öðlast virkilega trúarreynslu eða trúarvissu. Hann var aldrei ánægður. Og ég held að hann hafi, þrátt fyrir þetta hann læsi mikið Guðs orð, þá horfði hann of mikið inn í sjálfan sig í stað þess að beina sjónum sinni til Jesú. Og þess vegna staðnaði hann. Og það kom að því að hann stóð á gagnvart vali. Hann var hæfileikamaður á öðrum sviðum. Hann var tónlistamaður og honum fannst eins og hann gæti ekki stundað það nema því aðeins að hann veldi annað hvort. Hann yrði að velja það eða leggja þetta til hliðar ef hann fylgdi Jesú þá hann að leggja þetta til hliðar. Ég veit nú ekki endilega hvort þetta hefur verið rétt en þannig var það hjá honum. Og hann kaus tónlistina og lagði Guðs orð á hilluna. Og svo það er einkennilegt að hugsa það hvernig fer þegar menn hætta að nærast að Guðs orði þá kemur slíkur kyrkingur í andlegt líf þeirra og það er svo undarlegt að það er eins og þeir verður sviptir blátt áfram einhvers konar þeirri visku sem að Guð er búin að gefa þeim. Og þannig fór fyrir þessum pilt. Ég hitti hann einu sinni mörgum árum seinna og það var svo undarlegt að það var ekki hægt að tala við hann andleg mál. Það var eins og hann hefði ekki nokkuð skilning lengur og ekki nokkuð löngun til þess blátt áfram. Það kyrkingu kom í þetta allt saman og koðnaði allt niður. Hann hætti að dafna og það fer illa þegar börn, til dæmis, lítil börn, þegar þau hætti að vaksa, hætti að dafna, þá er eitthvað að. Það er stórkostlega hættulegt. Og þannig hefur farið fyrir mörgum af því að þeir hættu að sækjast eftir henni andlegu og ósviknu mjólk. Það er að segja eftir orðinu. Og af því döfnum við til hjálpræðis, það er að segja til sálhjálpar. Við keppum að marki og það er eins og hann var að nefna hér í fyrsta kapítulunni hérna framar þar sem að hann er að tala að geta öðlast hjálpræði sem er þess albúið að opinbera svo síðasta tíma. Það er að segja það er markmiðið sem við keppum að. Jafnframt því sem við höfum hlotið hjálpræðið leið og við tókum móti Jesú Kristi. Ef þið hafið smakkað hvað Drottinn er góður, það er þessi sama líking, eins og má segja, sem hér er drepið á, einmitt með þessum orðum, að það smakka hvað Drottinn er góður. Og komið til hans, þessi lifanda steins, hér kemur hann á aðra líkingu sem hann heldur áfram með. Komið til hans, þessi lifanda steins, sem að sönnu var útskóða mönnum. Það er altså Jesús sem er kallaður þarna hinn lifandi steinn og þetta má segja að þetta sé þetta er
118. sálminum. Þar talað einmitt Jesú sem steinin sem smiðirnir höfnuðu. Það í 22. versinu í 118. Steinin sem smiðirnir höfnuðu orðin að hyrningarsteini. Komið til hans hins lifanda steins sem að sönnu var útskúfað af mönnum en hjá Guði útvalinn og dýrmætur. Og látið sjálfir uppbyggja sem lifandi steinar. Þetta dálítið einkennilegt að hugsa þessa líkingu. Steinar, þeir eru yfirleitt dauðir, það er ekki líf í steinunum. En þannig það ekki Guðs ríki, hann hinn lifandi steinn. Og við verðum lifandi steinar þegar við komumst í snertingu við hann. Leið og við komumst í snertingu við hann, þá eignumst við eitthvað að hans eðli. Að sýnilega til dæmis eins og með segulstálið. Það verður ákveðið eðli og ef eitthvað kemur í námunda við það, þá fer eitthvað af eðli segulstálsins til dæmis inn í vasanhíf. Ef maður setur vasanhíf við segulstál, þá kemur inn í vasanhífin eðli segulstáls og það dregur til sín til dæmis prjónar annað úr málmi og járni sem að nálgast þetta. Þannig það með þann sem að kemur til Jesú Krist. Hann eignast eitthvað hans eðli sem að steinar, þeir eru þannig að svona í venjulegum skilningi, þeir eru steinar sem að notar til þess að hraða upp byggingar. Það nú lítið það hér á Íslandi, maður sér það mjög erlendis, að það eru smá steinar allt sem allir mótaðir í sömu mynd. Við sjáum það sem við förum í kirkjunni hér niður á ströndinni. Það er einlega ein ábyrgð með þessum sömu steinu. Þeir eru hlaðnir upp og hver einasti veggur er þannig að einaverðu úr þessum sömu steinum. En þetta er allt sem að steindauðir steinar. Og þegar við erum að ala okkur upp, ef við höldum áfram með líkinguna, þá geta foreldrar okkar eða þeir sem að annars uppfælla okkur, þeir geta mótað okkur í ákveðna mynd, en þeir geta ekki gefið okkur líf. Það er Guðið sem að getur gert það. Það verður lifandi steinar og það er það sem að Guð gerir með anda sínum og orði. En þennan stein, eða þessa steina, þeir eru þannig að þeir eru að láta uppbyggjast. Þegar við hugsunum orðið uppbyggja, þessi líking með steinan og bygginguna, hún er ákveðlega víða notuð í Guðs orði eins og við þekkjum með Páll dæmis, hann notar það í Efesubréfinu, þegar hann er að tala um söfnuð Krists. Hann segir í öðrum kapítulunum: þess vegna eru þér ekki framar gestir og aðkomandi, heldur eru þér samþegnar en að heilugu heimamenn Guðs. Bygging hefur á grundvelli postulana og spámennina, en Krist Jesúm sjálfan að hyrningarsteini. En hversu bygging sem samtengd er á honum vex svo að þar verður úr musteri heilagt fyrir samfélagi við drottni, heilagt í drottni. Á honum verður þér líka saman byggðir, svo þar kemur fram bústaður Guðs fyrir andan. Það er að uppbyggjast. Þegar við erum að hugsa það orð, þá erum við að hugsa við sem svo, já, það er nú ákvæmlega uppbyggilegt, svo sé allir dæmis á samkvæmni kvöld. En það er ekki það sem þarna er átt við. Að byggja upp, það táknar eiginlega að steinarnir sem þeir eru hleinir með hlaði, hverjum voru á annan, og hlutverk er að bera hver annan uppi, ef svo má segja, í þessari byggingu. Og það er þetta hlutverk að læra að bera hver annan uppi, og í þessari byggingu sem heitir söfnuður Jesú Krist. Látið sjálfur uppbyggja sem lifandi steinar í andlegt hús til heilags prestafélags. Þarna kemur til greina hið almenna prestdæmi sem að Martin Luther
Og hans menn lögðu svo mikla áherslu á að prestar, það væri ekki bara þeir sem væru vígðir til þess að inna þessa þjónustu af hendi, heldur væru allir lærisveinar Jesú Krists í raun og veru prestar, þannig að þeir hefðu beinan aðgang að Guði. Hér í gamla daga, í Ísrael til dæmis, þá voru sérstakir menn sem að máttu fara inn í helgidóminn í allra helgasta, það máttu ekki aðrir gera það og þeir eru að færa fórnir, en prestar í þessum skilningi, þeir hafa beinan aðgang og þeir eru ekki að færa neinar fórnir nema andlegar fórnir, til þess að frambera andlegar fórnir. Og hvaða fórnir eru það? Við getum séð dæmi þess í Rómverjabréfinu, þar sem að Páll er að rita 12. kapítulunum. Hann segir: svo áminni yður bræður hér vegna miskunnar Guðs, bjóði fram líkami yðar að lifandi heilari Guði þóknanlegri fórn, og er það skynsamleg Guðsdýrkunar viðar hendi. Þannig er svo fórn sem að við getum fært, og við þurfum ekki að láta færa neinar fórnir fyrir okkur. Það hefur þegar verið færð fórn sem er gildir eilífð, og það er fórnin sem að Jesús færði fyrir okkur. En við getum komið með okkur sjálf, lagt líkam okkur og sál og allt sem okkar er í hans hendur og gengið fram fyrir auglít hans án þess að þurfa að hafa neina milliliði eins og gyðingar þurft að gera. Og svo heldur áfram fyrir því stendur í ritningunni: sjá, ég set hornstein í Síón, valinn og dýrmætan. Þetta er tekið úr Spátursbók Jesaja, þetta ritningarorð sem að verður að vitna í þarna. Það er í Jesaja 28, ég held, svona sjá, svona fletta því upp. Það stendur í 16. versinu, já. Sjá, ég legg undirstöðustein á Síón, traustan stein, óbifanlegan, ágætan hornstein. Sá sem trúir eigi óðlátur. Þið takið eftir að þegar oft er vitnað í Nýja testamentinu, í Gamla testamentinu, það er ekki alveg samskonar orðalag, ekki nákvæmlega eins, og það er vegna þess að það er vitnað í aðra þýðingu heldur en það hebreska, heldur 70 manna þýðingunum sem kölluð er. Þess vegna er orðalagið ekki alveg nákvæmlega eins, en efnið er það sama. Og þannig verður að tala um Jesú. Hann er eins og hornsteinninn í Síón, valinn og dýrmætur. Og sá sem trúir á hann mun alls eigi verða sér til skammar. Þannig er hann Guðs augum, valinn og dýrmætur. Hann var það dýrmætast og dýrasta sem að Guð gat gefið okkur til handa til þess að frelsa okkur af syndum okkar. Og sá sem að trúir hann mun alls eigi verða sér til skammar. Það er gott að eiga þetta fyrirheit. Við erum oft hrædd um það að við verðum til skammar ef við erum að reyna að vitna um Jesú, en það er engin hætt á því ef við í innlægni könnumst við hann, þá eigum við þetta fyrirheit. Og svo stendur hér í 7. versinu: yður sem trúið er hann dýrmætur. Er hann dýrmætur? Er Jesús dýrmætur mér? Þannig getum við spurt og þannig getum við lesið Guðs orð þegar við rannsöngum okkur sjálf í ljósi þess hve dýrmætur er Jesús mér. Get ég án hans verið? Get ég tekið mig frí í eftirfylgdinni frá honum? Og svo framvegis. Yður sem trúið er hann dýrmætur, en hinum vantrúuðu er steinninn sem smiðirnir höfnuðu orðin að hyrningarsteini og ásteytingarsteini og hneykslunarhellu. Það er sumir sem steyta sig á honum. Það eru margir hér á okkar landi sem að Jesús er ásteytingarsteinn. Þeir geta ekki fellt sig við boðskapinn um Guðs son
alls ekki friðþægingu hans, og þeir steyta sig á honum og hafna honum. Og þeir steyta sig á honum af því að þeir taka ekki boðskapnum. Og svo kemur dálítið einkennileg setning, en til þess voru þeir ákveðnir. Og þegar við lesum þetta svona í beinu framhaldi hvað af öðru, þá getum við hugsað sem svo, hefur þá Guð ákveðið suma menn til þess að hafna Jesú? Það ekki það sem felst í þessu, heldur annað. Þetta nefnilega túlkar visst lögmál í Guðs ríki, sem þannig að þeir sem taka ekki boðskapnum steyta sig á honum. Þeir hljóta steyta sig á honum. Þeir sem vilja ekki opna hjarta sitt fyrir honum. Þeir hneykslast, þeir steyta sig á honum. Það það sem hér að ræða. Til þess þeir ákveðnir. Þeir sá sem ekki tekur á móti boðskapnum. Hann hlýtur að steyta sig á honum. En ekki ákveðin til þess að taka ekki á móti. Það liggur ekki í þessu orði. Þetta kannski ekki nógu skýrt orðað hér í þessari þýðingu, af því þessi setning fer á eftir. En svo kemur niðurlagið á þessum kafla, en þér eruð útvalin kynslóð. Konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignar lýður, til þess að þér skulu víðfræja dáðir hans sem kallaði yfir frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Útvalin kynslóð, það að segja, við erum útvalin og heilug þjóð og eignarlýður í ákveðnum tilgangi. Til þess að, tók eftir því, til þess að víðfræja dáðir hans sem kallaði okkur. Þarna talaðum útvalninguna, við hefum gert það áður og minnast á hana og ræða svolítið það, hvað felst í því að vera útvalin, að Guð hefur útvalið okkur frá eilíð í Jesú Kristi og konunglegt prestafélag, það að segja það sem við vorum minnast á þannig, hið almenna prestdæmi, allir læri sinna Jesú eins konar prestar í þessum skilningi að þeir mega nálgast auglýtt drottins án nokkurs milliliðs og heilug þjóð, við höfum líka rætt þetta hvað felst í orðinu heilagur eða helgaður eða vígður Guði og svo eignarlýður, að við erum eign Jesú Krists. Og það ákaflega huggunarík hugsun finnst mér að vera eign hans, hann á mig, hann hefur keypt mig dýru verði. Og við höfum líka komið inn á það atriði og í sambandi við það getum við gjarnan flett upp í Títusarbréfinu þar sem Páll skrifar í öðrum kapítulunum: Náð Guðs hefur opinberast sálu hjálpleg öllum mönnum og kennur oss að afneita óguðleik og verðarlegum gerndum og lifa hólátlega, réttvíslega og guðrækilega í heimi þessum, bíðandi hinnar sælu vonar og dýrðar opinberunar hins mikla Guðs og frelsar oss Jesú Krists, sem gaf sjálfan sig fyrir oss, til þess að hann listi oss frá öllu ranglæti og hreinsaði sjálfum sér til handa eignarlýð. Hreinsaði sjálfum sér til handa eignarlýð, kostgæfin til góðra verka. Ég man eftir að þetta orð, það kom einu sinni til einhverja stúlku sem var í KFK í gamla daga, hún var í leitandi, hún var í vakningu og þá kom þetta orð til hennar sem orð af himni frá Guði sjálfum, sem að gaf henni vissuna, trúavissuna, ég eign hans, eignarlýður. Því það ákaflega huggunaríkt að við erum eign hans. Hann fleygir ekki eign sinni frá sér. Hann hefur keypt okkur dýru verði og við erum hans eign. Og þannig var þetta orð. Kom henni til hjálpar. Og það hugsun sem ég stundum verið að velta fyrir mér.
í sambandi við starfið í Guðs ríki, að það getur stundum verið mikilvægt fyrir okkur að þekkja vel Biblíuna, og það kemur heim og saman við það sem við vorum að lesa áðan, að sækjast eins og nýfædd börn eftir hinni andlega og ósviknu mjólk, að ef við tilengum okkur Guðs orð og geymum það í hjarta okkar, þannig að það verði eins konar vopnabúr sem að orði komast, sem við getum notað í starfinu þegar við erum að viðfræja dáðir Jesú, eins og er í raun og veru hlutverk þeirra sem á Jesúm trúa. Þá er það líking sem ég stundu verið að hugsa og sem að kannski getur verið að þessu leyti okkur til hjálpar, og það er þetta, ég heyrði einu sinni að Biblíun verið líkt eins og við lyklakippu. Ég með lyklakippu í vasanum, eða ég gef manni hjartan í sambandi við þetta. Nú, og mig langar þess að opna hjörtu manna fyrir Guðs orði, fyrir Jesú Kristi. Og ég með þessa lyklakippu, og ég veit bara ekki hvaða lykill gengur að. En Jesús veit það. Og Guðs andi, hann getur minnt mig á einhvern ákveðið orð sem að gengur að hjarta þessa manns sem hér er að ræða. En til þess að hann getur minnt mig á það verði að þekkja það. Og við getum, kannski ef við horfum tilbaka, þá getum við séð þetta orð, það kom til mín. Það var það allt í einu svo skæru ljósi á hjálpræðu. Ég sá þetta allt í einu í ljósi þessa líkningarorðs. Alveg eins og með Martin Luther þegar Rómverja 1:16 kom til hans, en réttlátum lifa fyrir trú, þegar laugstu fyrir fagnarerindi. Þá getum við á þennan hátt með því að geyma þessa lyklakippu sem úr orði komast í hjartanum. Þá getum við kannski orðið nota verkfæri til þess að viðfræja dáðir drottins Jesú sem að kallaði okkur. Þannig var til dæmis þetta orð, þannig í Títusarbréfinu, þannig var það til þess að uppljúka hjarta þessari stúlku sem ég var að tala um. Nú, Martinsen Larsen, danski presturinn, orðið sem að lauk upp hjarta hans fyrir fagnarerindinu, það var orð Jesú og krossinu, það er fullkomnað. Nú, þannig getum við nefnt ýmis orð sem að hafa komið, kannski átt og eitthvað slíkt orð, sem að opnaði hjarta þitt fyrir drottni Jesú. Og það er gott að mig að geyma þetta í hjarta sínu til þess að geta haft á taktinu þegar Guðs andi minnur okkur á það, að því við eigum að viðfræja dáðir Jesú. Því að hann hefur kallað okkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Það er tvenns konar tilvera, annars vegar myrkur, hins vegar ljós. Án Jesú er allt myrkur, fyrir Jesú, eða í Jesú þar er það ljós. Ólafía Jóhannsdóttir, hún kallaði ævisögur sína eða minningar sína, hún kallaði frá myrkri til ljós. Það túlkaði þessa miklu breytingu sem varð á lífi hennar þegar hún snerist til trúar á Jesú. Og sömu hugsun kemur Páll inn á líka í 26. kapítulunum í Apostlasögunni, þegar hann er að segja frá því að Jesús kallar hann á leiðin til Damaskus, sagði við að ég er Jesús sem þú ofsækir. Þá segir hann meðal annars þetta við Pál, eða við Sál: hef ég tekið þú út úr lýðnum, út úr heiðingjunum og sendið þau til þeirra, til þess að opna augu þeirra svo þeir snúi sér frá myrkri til ljós og frá Satans valdi til Guðs. Frá myrkri til ljós. Og hann hefur kallað okkur frá myrkrinu og verkum myrkursins til þess að framganga í ljósum. Þeir sem áður voruð ekki lýður, en er nú orðnir Guðs lýður. Þeir sem ekki nutu miskunnar, en hafa nú miskun hlotið. Og þetta berum við vitni þegar við náum tali af þeim sem að ekki hafa gengið drottni Jesú Kristi á. Við getum ekki gert meira heldur en að bera vitni og viðfræja dáðir hans og segja frá gæsku hans við okkur, en
en Guð getur gefið vöxti. Og það getur verið með ýmsu móti sem við getum borið honum vitni. Það ekki víst að við höfum öll fjárvung til þess að standa upp á samkomu. Ég man ekki hvað ég átti erfitt með það fyrst, að vera vitni mér sem ég var afskaplega feiminn og óframfærin sérstaklega. Ég hef aldrei getað hugsað mér það að ég ætti eftir að standa í ræðustól þegar ég var til dæmis í menntaskóla. Ég tók aldrei þátt í neinum umræðum en neinu slíku. Ég var alltaf dauðhræddur við það að ég myndi kannski vera það, ef ég væri á fundi, verið kannski valinn þess að framsögu eða eitthvað slíkt. Ég var nú að forvitnast í þetta sem fram fór á fundum. En ég vildi og forðaði mér alltaf út þegar ég var að kjósa framsögumenn til dæmis í næsta fund. En svo þegar Jesús Kristur kemur annars vegar, þá breytist það.